Velkomnir að Grísará. Næsta smíðaverkefni hjá mér var smá vandamál. Ég fann ekkert sem ég langaði til að smíða. Og eftir að hafa rúllað í gegnum teikningarnar sem ég á, þá ákvað ég að smíða bara aftur eina sem að ég er búinn að smíða áður. Það er þessi flugvél hérna. Þetta er Quickfly Mark III eftir Phil Craft. Hann hannaði þessa flugvél árið 1967 og smíðaði hana og flaug henni á heimsmeistaramóti í listflugi 1967 sem var haldið á Korsíku ef ég man rétt. Og hann vann mótið, var heimsmeistari með þessa litlu flugvél. Skulum kíkja á teikninguna. Hérna er teikningin. Módelið er 1,5 meter á vængkaf og skrokkurinn eitthvað svipað langur. Teikningin er afskaplega þægileg, einföld og hægt að gera ýmislegt skemmtilegt við hana. Ég set inn í lýsinguna á myndbandinu hvað hægt er að ná í þessu teikningu. Það sem við þurfum að gera núna er að skoða teikninguna mjög vandlega og finna út hvað það er sem að við þurfum af efni. Þegar maður skoðar svona, þá er ágætt að hafa einhverjar mælistikur, svona tómustokkur er alveg ágætur. Og maður athugar hvað það er sem að hönnuðurinn vill að maður noti. Til dæmis að hliðarnar í þessu eru gerðar úr 3/16 og af því að þetta er amerísk teikning þá þarf maður náttúrulega að læra að snúa þessu yfir á mannamál. 3/16 er það bil 5 mm. Hliðin er 5 mm, það er 0,8 mm krossviður innan í henni. Hérna er 12 mm plata ofan á, það er trekantlisti hérna. Vængurinn sem sést hér, vængrífin eru öll úr 2–2,5 mm balsa og síðan er 2,5 mm 3/40 aðrir klætt ofan og neðan. Ég ætla ekki alveg að fara nákvæmlega eftir þessari teikningu, ég ætla að breyta henni pínlítið vegna þess að mig langar til þess að klæða þessa vél með glerfíber og mála hana. Til þess þá verð ég að losna við allar þessi göt. Það má ekki vera neinn göt, því að glerfíberinn getur ekki spannað svona göt. Það er bæði á vængnum og á hliðinni á skroknum. Þessu þarf ég að loka. Hérna er hitt blaðið. Hérna sér maður stélflötinn. Hann er 1,5 mm balsa sitt hvoru megin og svo 5 mm inn á milli. Hæðastýrið segir hann hérna úr kvarttómu, en til þess að fá jafn breytt og eitt þá nota ég bara 8 mm, þannig það virkar alveg. Hérna er sýnt vænggrifin. Vænggrifin eru næstu því eins öll. Það eru eins í laginu en svo er mismunandi tekið innan úr þeim eftir því hvar þau eru. Og hér eru öll skrokkgrifin. Þegar maður ætlar að búa svoleiðis til þá ljósritar maður þau bara og býr til sem sagt fyrir hvert og eitt.
Eftir að hafa rúllað í gegnum þessa tekníku og búið til lista yfir það sem ég vantar, þá get ég líka komist að því hvað það er sem ég á. Og hérna er ég búinn að finna balsan sem ég á. Ég á efni hérna ofan á skrokkinn, ég á efni í skrokkrif, í þarna vænggrifin, og ég gat útbúið mér þessa trekantslista hérna. Þessi sagaði þá bara í bandsveginni. Eins á ég hérna vængbitana. Þannig að nú get ég farið að byrja að efna niður það sem þarf í þennan skrokk á þessa flugvél. Til þess að skera vænggrifin þá útbjó ég mér hérna svona rif sem er eins og bara dæmigert rif í kvikkflæ, setti lítið handfang á það og límdi sandpapír neðan á. Nú get ég nota þetta til þess að skera út öll þau rif sem ég þarf í þetta módel. Hérna er 2 mm balsi og nú tek ég þetta rif og legg það hérna ofan á, stilli því upp þannig að það sé akkurat við frambrúnina hérna. Hér er síðan beittur hnífur með alveg glænýju blaði og nú sker ég bara einfaldlega eftir þessum krossviði hérna. Ég er ekkert að hafa áhyggjur af því þó að taki ekki rétt innan úr þar sem að bitarnir koma. Já, hvort þeir eftir að púsa það til þannig að þeir passi. Þannig útlínan á rifinu þarf að vera rétt. Nú fer ég hinum megin. Og af því að það er krossviður, af því að það er sandpapír undir þessu krossviðarifi, þá er engin hætta á að það renni til ofan á balsanum. Svona, hérna þá komið rif og ég þarf bara að gera eitthvað 20 í viðbót. Það gleymdi ég að taka. Svona getur verið farið þegar maður er að flýta sér. Það leggur bara þetta bara á hérna. Svona, en það er eitt í viðbót. Hér er lítil ör og hún er vegna þess að það er ekkert alveg endilega víst að rifið sé nákvæmlega eins að ofan og neðan. Efri brúnin þarf að snúa upp, neðri brúnin þarf að snúa niður, þannig að ég merki hérna ör á. En eins og ég segi, hérna er komið eitt rif og nú þarf ég bara hellingi viðbót.
Nú held ég áfram að saga út þessi rif og skera all vængrifin. Hérna er ég búinn að búa til ljósrit af öllum skrokkrifjónum og ég hef ákveðnar hugmyndir í sambandi við þau. Kannski gerum það næst að búa til skrokkrif.